Hérna erum við kapteinn Svein Elías Jónsson. Sveini, á henni kema verkefni, næsta verkefni þú sem er leikur gegn Vestra. Þá er svona, við erum búin að spila 5 leiki, 2 í bikar, 3 í deild, vinna á alla. Á ekki bara að halda á sömu braut, áfram á sömu braut. Jú, alveg klárlega. Það er eiginlega alveg magnað að við erum búin að taka þessa 5 sigra eins og segið því að frammistaðan okkar hefur ekkert verið, við höfum allavega verið aðeins svekktir með hana í leikjunum, hún hefur ekki verið svona jafn samfærandi kannski og við höfum viljað hún væri en vonandi eigum við það þá bara inn í aðra leiki. Sveini, að langt síðan ég ætla að vera búin að ná þér í viðtal en einhvern veginn hefur að fyrir farist með að mér langar svo rosalega mikið að spyrja út í leikinu Húsavík þegar þú varst á spjalli við áhorfendur. Er fjandans púki í þeir stundum? Já, ég get ekki neitað því. Já, það er púki í mér en ekki, það er bara gaman að því þegar Skemmtilegu púki? Já, ég meina maður að passa sér svona að halda kannski aðeins í kurteisin og virðingun og allt slíkt sko en ef að menn er ekki þeim dónalegri þá er alveg gaman að spjalla eins menn. Það er númer 1 og 3 að sýna öllum virðingu. Já, ekki spurning, það er bara hluti af leiknum. En við ætlum ekki að sýna gestunum okkar Vestra of mikla virðingu í leiknum sjálfum þó komum vel fram og við ætlum ekki að gefa neitt sérstaklega inn á vellinum. Nei, sjálfsögðu ekki sko, við erum náttúrulega að fá fyrir leikmann okkar Nats og Gilli í heimsókn og þannig að þeir hljóta að spila fínan bolta í kringum hann en við sýnum held ég ekkert meiri virðingu en svo við bjóðum með velkomna en ekki til þess að sækja neitt. Það er náttúrulega, við höfum aldrei spilað við liðið Vestra síðast, hér B í Bolungarvík. Unnið á ábygglega ef ég maður rétt 6-1 í síðasta leik og þar var Svenni fyrirliðið bara með 2 mörk og ekki endur taka leikinn. Það væri gaman maður, það væri skemmtileg upplifun. Það er örugglega þá í síðasta skipti sem ég gerði það, ég setti 2 mörk í leik. Þannig að, jú, helvíti væri gaman að endurtaka það. Segðu mig, hvernig leik megum við búast við á móti Vestra? Nú er þeim ekkert gengið of vel, þeir eru með 1 stig eftir fyrstu 3 umferðirnar. Nei, þetta verður bara hörkuleikur, þeir eru með flott lið og þetta hefur nú einhvern veginn spilast þannig að liðunum sem var spáð í efri hlutanum þau hafa verið að sigra sína leiki og en það eru ekki 3-4 lið að fara að enda með 0, 1, 2 og 3 stig þannig að einhvern tíðan farið að safna stigum liðin efri hlutanum og við þurfum bara að passa okkur að við séum á tánum þannig að vestramenn allavega hef ekki sína sigurgöngu á Þórsvellinum. Það er náttúrulega alltaf spurningu það að vera svolítið meðvitaður að vera með hausinn á réttum stað og til að mistiga sig ekki. Já, ég meina sko, okkar reynsla hefur bara sýnt það, að leikirnir í þessari deild eru það jafnir, að það er í raun og veru ekkert endilega verri leikir, eða auðveldari leikir við liðin neðri hlutanum, því að liðin eru þétt og vel skipulögð að stærstum hluta í deildinu og þetta er bara í þessu eins og alltaf, að mörkin, þau virkilega breyta leikjunum. Ef þú nærð að koma þeim inn sko, þá breytist oft ásýndin á leiknum strax. Svo er kannski bara máli eins og margir hafa sagt að deildin er kannski jafnari í ár heldur en oft áður. Já, ég held að það sé alveg rétt. Það var sækja sigur. Já, ég muni við klálega ætlum að sækja sigur og vera með 12 stig á töflunni eftir miðvikudaginn. Við viljum náttúrulega hvetja áhorfendur að koma og nýta sér alla þann fjöldatakmarkana ramma sem í boði er. Já, það er gaman að við náðum bara að fylla upp í hann alveg eins og við getum. Það er markmiðið. Það er markmið. Og 3 stig heim í Hamar. Klárt. Gangi vel. Þakka fyrir.